Komið sæl. Nú ætlum við að líta aðeins á talnasöfn sem hægt að kalla stór talnasöfn. Því stundum það þannig að til að byrja með maður látin að æfa sig með fáum tölum til að hafa dæmin svona frekar þægileg. En raunveruleikin ekki alltaf svona þægilegur. Stundum niðurstöður þannig að hægt að sýna þær fyrir hvert einasta gildi sem kemur fram og setja upp súluritt. En oft líka hægt að flokka, það getur verið gott að flokka gögnin, sérstaklega ef við erum með stór talnasöfn eða margar niðurstöður. Þannig að í staðis að setja þá fram súluritt fyrir hvert einasta gildi, þá þessu safnað saman flokka og sett fram þá stuðlaritt. Þá fórum aðeins yfir það í hefti nr. 1. Þannig að það ætti að vita hvað það er. Við rennum aðeins í gegnum ferli svona á ljóshraða, af því við fórum yfir það síðast eftir líka. Þá ágætt að byrja á því að skoða hvert hæsta og lægsta gildi í töflunni sem kemur fyrir. Og út frá því ákveður maður síðan flokkana. Og hér ekkert endilega hægt að segja að annar flokkurinn sé réttar en hinn. Einhverjum gæti þótt þægilegt að flokka þetta 10 ára tímabil, en öðrum gæti þótt hentur að hafa þetta 5 ára tímabil. Og það allt í lagi. Við þurfum bara að passa í fyrsta lagi að flokkarnir sé jafn stórir. Ég mætti ekki vera með næsta flokk 51 til 55 ára. Þá ég ekki að bera saman jafn stóra flokka. Þannig að það má ekki. Og hitt sem þarf að passa líka að flokkarnir skarist ekki. Ekki hafa til dæmis flokkin 30 til 40 ára. Og næsti flokkur væri síðan 40 til 50 ára. Hvorum megin ætlaði að setja einstakling sem 40 ára. Það gengur ekki upp. En allavega þegar búið ákveða flokkana, þá hægt að gera svona tíðnitöflu. Og þegar hún komin auðvelt að setja þetta fram í stuðlaritt. Passa bara að kvarðinn sé í samræmi við tíðnitöfluna. Þetta myndi ég ekki til dæmis vera með 100, 200, 300. Því að hæsta gildi fer upp í eitthvað, hvað 6 eða 7, 8 áðan. Þannig að síðan bara að tekna fram stuðlana. Og þið munið að munurinn á stuðlaritti og súluritti að í stuðlaritti þá liggur þetta þétt upp í hvort annað. En í súluritti þá myndi súlurinn vera stakar og svo bil yfir í næsta. Því þá verður að sýna ólík gildi sem að liggja ekki þétt upp í hvort annað. Eins og aldurinn gerir hér 35 og svo tekur strax við næsti aldur. En ef við skoðum aðeins meðaltal, þá það eitthvað sem allir eiga að kunna núna. Og það bara þannig að við leggjum saman allar tölurnar sem við ætlum að finna meðaltali á og deilum síðan með fjölda talna. Þannig að þessu dæmi tölurnar 8 og þess vegna ég að deila með 8 hér. Og niðurstaðan þá bara meðaltal af þessu talnasafni hérna. Ef hins vegar við erum með stór talnasafn, það kannski merkur málsins í þessum kafla, að við gætum alveg farið þá leið að skrifa upp allar tölurnar. Hérna sjáum við að talan 1 kemur fyrir 2 sinnum. Þá gæti ég gert eins og ég búin að gera hérna 1 + 1. Og svo kemur talan 2 fyrir 5 sinnum. Þá get ég haldið áfram að skrifa 2 + 2 + 2 + 2 + 2 og svo framvegis. Þetta náttúrulega alveg skelfilega leiðinleg aðferð. Þannig að það sem hægt að gera að búa til nýjan dálk sem þá gildi sinnum tíðni. Vegna þess að þegar ég legg saman 1 + 1, það í raun ekkert annað en margfeldið 1 sinnum 2. Og samanskapi ef ég legg saman 2 + 2 + 2 5 sinnum, það ekkert annað en 2 sinnum 5. Þannig ég fyll inn í þennan nýja dálk 1 sinnum 2 er 2 og 2 sinnum 5 er 10 og svo framvegis. Og þennan dálk legg ég síðan saman. Þegar ég búinn að því, þá ég komin með heildartöluna sem myndi vera sama útkoma og ef ég ætla að fara þessa leið hér, að skrifa upp allar tölunar. Þannig að þetta svona styttri leið sem hægt að fara. Og summan þá heildarsumma allra talnana. Tíðnin heildartíðnin þá fjöldi talna allt í allt. Og þegar ég komin með þetta tvennt, þá nota ég sömu reglu á síðustu glæru. Legg saman allar tölurnar sem 65 og deili með fjölda talna sem 22. Og það gefur mér meðaltalið í þessu talnasafni.
Þá skulum við líta aðeins á miðgildi og það kom líka fyrir í hefti 1, þannig að til að byrja með ætla ég að fara hratt yfir. En miðgildi er bara talan í miðjunni. Það er að segja ef við erum búin að passa okkur á að raða tölunum upp, í vaxandi röð eða minnkandi röð. Kannski eðlilega að það væri vaxandi. Og hér erum við komin með tölurnar frá 1 upp í 8. Þá skoða ég bara hvaða tala er í miðjunni og það er þá miðgildið fyrir þetta talnasafn. Hvað gerist ef það eru 2 tölur í miðjunni eins og hér? Þá tek ég bara meðaltalið af þessum 2 tölum. Alveg svo ég sýndi ykkur á síðustu glærum. Þannig sem meðaltalið er summan hér, 4 + 5. Og þetta eru 2 tölur að deila með 2. Þannig að miðgildið í þessari línu hérna er þá 4,5. En hvað gerum við ef við erum með stórt talnasafn? Við gætum skrifað upp allar tölurnar í vaxandi röð. Það er alveg hægt. Það er frekar leiðileg vinna. Þannig að aðferð sem hægt er að nota er þessi hér. Við getum reynt að átta okkur á því. Númer hvað er talan sem er í miðjunni. Síðan leitum við bara að þeirri tölu. Þannig hér er ég með hvað? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tölur. Og 7 tölur. Skrifum hann í okkur. Og ef ég ætla að leita tölunni sem er í miðjunni, það er þessi tala hér. Og númer hvað er hún? Jú, þetta er semst tala númer 4 í röðinni. Og þá er spurning, get ég með einhverjum hætti fundið út hvaða tala er í miðjunni án þess að skrifa þær allar upp og fara að telja? Og svarið við því er já. Við getum gert þetta svona. Það er að segja, ég skoða hverju fjöldi talna, sem í þessu tilviki er það 7, bæti alltaf einum við, sem er það 8, og ef ég gera 8 deilt með 2, þá fæ ég út 4. Þannig að núna ætla ég bara að leita að 4. tölunni. Ég nenni ekki að fara að skrifa upp allar tölunar, en ég þarf að hafa þær í vaxandi röð, þannig að ég veit að fyrsta talan, ef ég byrja að raða þeim, er 1, þessi kominn, næsta tala er 2, þessi kominn, þriðja talan, hún myndi vera 3, þessi kominn, 4. talan er 4 og nú þarf ég ekkert að halda lengur áfram. Ég var að leita að 4. tölunni sem er miðgildið og ég er búinn að finna hana. Þannig að þá get ég sagt að miðgildið er 4. Mér er alveg saman með þessum tölur sem koma hérna eftir, ég þarf ekkert að vinna með þær frekar. En hvað gera bændur nú? Ef ég ætla að skoða hvað er með margar tölur hér. Þetta eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tölur. Ég ætla að prófa að nota sömu reglu áðan. Fjöldi tala er 8. Bæti einum við, deilum í 2. Og þá kemur út 4,5. Hvað segir það okkur? Það segir okkur að það eru 2 tölur í miðjunni. 4. talan og þá væntanlega 5. talan. Þannig að þetta er þægilegt hér að því að búið að raða þeim í vaxandi röð, en ef ekki þá myndi ég þurfa að raða þeim upp þangað til ég kem að 4. og 5. tölunni, taka meðaltalið af þeim, en ég þarf ekkert að skoða restina af tölunum. Og einhver spyr kannski á þessum tímapunkti af hverju eru að flækja þetta, þetta er ekkert svo margar tölur, það er alveg rétt, en munið að kaflaheitið er stórt talnasafn, þannig að við gætum fengið dæmi sem er með mun fleiri tölum en ég sýni hér. Eins og hérna, spurt er hvert er miðgildið í þessari rannsókn, það er að segja ef við skoðum fjölda tannskemmda, þá er hægt að skoða myndina og við segjum að það eru 2 nemendur sem hafa enga skemmda tönn, þannig að það kemur svona 0 og svo kemur 0 og svo eru 3 nemendur með eina skemmda tönn, þannig að það kemur svo 1 og 1 og 1, en ég nenni ekki að fara að skrifa þetta allt upp. Frekar ætla ég að reyna að nota þessa reglu sem ég var að sýna ykkur rétt á það. Og núna er einhverjir farnir að halla sér aftur í sætinu og ætla að sjá mig reikna þetta. En ég ætla að stoppa hér og leyfa ykkur að glíma við framhaldið vegna þess að þetta er mitt dæmi í heftinu. Þannig ég segi bara gangi ykkur vel og takk fyrir mig.